Já, við ætlum að fara í afmælisbett dagsins hér á Suðurland FM. Sá ágæti maður er vel þekktur og kannast margir við, heitir Björn Gíslason, betur þekktur sem bara Bjössi Rak á Selfossi. Sæll og blessaður, minn kæri. Já, komdu blessaður og sæll. Og til hamingju með daginn. Takk fyrir góð minn, takk fyrir. Þetta eru 70 ár. Já, þetta eru 70 ár, það er ótrúlegt alveg. Og aldrei litið betur út. Já, það veit ég nú ekki en Hver er galdurinn, Bjössi? Ég má vera þakklátur fyrir bara góða heilsu og þokkalega stöðu bara, held ég. Já. Galdurinn, já, ég bara veit ekki, svo sem ég bara þakka almættinu og góðri konu og hún gefur mér gott að borða og svo reyni ég að hugsa aðeins sjálfa mig og maður verður bara að gera það, maður má ekki slá slöku við í því. Ég ætlaði einmitt að segja það, er það ástin sem að spila stórt hlutverk? Jú, hún gerir það sjálfsögðu. Já. Hún skiptir öllu máli auðvitað að manni líði vel andlega og þá líkamlega og maður getur rækta líkamann sjálfur og andlegu hliðina líka svo sem en auðvitað ást og hamingja skiptir þetta stóru máli. Algjörlega. Margt sem að þú hefur gert á þinni lífsleið og komið víða við, er eitthvað svona sem að þér finnst standa upp úr á þessu árum? Já, það er náttúrulega auðvitað er maður þakkláttur fyrir það að hafa fengið að taka þátt í mörg og er sjálfur sér enn að fást við ýmislegt en svona þessi almennu félagslegu störf sem við tekið þátt í dagana byrjaði snemma og það er bara að fá að þekkja allt þetta fólk og kynnast því sem maður hefur starfað með á hinum ýmsu stöðum er bara alveg stórkostlegt og maður bara er ævarandi þakkláttur fyrir það að hafa fengið tækifæri einmitt í þá veru að kynnast fólki mjög ólíkar aðstæður og það er mjög gefandi. Akkurat. Þú ert búin að vera í bæjarstjórninni, þú ert búin að vera í formennsku í knattspyrnudeildinni og eins og ég segi, þú ert búin að það búið að gerast ýmislegt á þinn lífsleið og hvað ert þú búin að vera rakari lengi, Bjössi minn? Já, ég fór nú á samning 64 en byrjaði nú ekki alveg strax að vinna við það. Mér langaði að verða smiður og ég var svona með hugan svolítið við það þarna eftir að pabbi setti mig á samning hjá sér en pabbi sagði alltaf að það er nú gott að hafa rakarinn í bakhundin eða slíst hugur sko. Já. Og svo bara gerðist það að þegar ég var að vinna hjá Sigfúsi Kristensinni við smíðar og hafði mjög gaman af því og að þá veiktist pabbi og þá er ég náttúrulega búin að vera að klippa á og til frá því ég var 13 ára gamall, klippti hann alltaf, sko fyrst stóð ég svona upp á, það var svona skammel sem hann var með við stólinn, hann ég var stærri og hann byrjaði að láta mig klippa sig þegar ég var 13 ára en 14 ára, já, lefaði mér að pröfa og taka í og ég gerði það svona af og til alltaf en svo veiktist hann þarna 67 og þá var ekki til setunarbóðið og ég fór beint í að klippa. Já, nákvæmlega. Búin að vera síðan. Þú ert búin að vera því síðan. Já. Og svo hafa þínir sinnir fylgt með? Já, það var nú svo skrítið, ekki fenguði nú hvatningu til þess að minni hálfu eða mamman sagði í guðanabænum farið ekki í rakaran. Nei. Það er ekkert út úr því að hafa og ekkert bara basl og vesinn og hérna en þeir fóru nú þarna tveir í það og mér sé Einar sá þriðji hann skrifaði nú undir samning það að fara í hárskýran en hugur hans fór mjög fljótlega út úr þeim farvegi en ég á undirritað plagg af hans hálfu þar sem hann óskar eftir að gerast nemi í hárskurði. Aldrei of seint. Aldrei of seint. Það er nú heila máli sko. Þetta er frábært. Hvernig ætlar að halda upp á daginn í dag? Já, ég er nú stattur núna bara hérna upp í uppsveit Málninsýslu í Reykjaskógi og hefði það notalegt hérna með konunum minni í sumarbústað og svo er nú búið að blása í samkomi í kvöld og í Hvítahúsinu. Strákarnir vildu ólmir að ég héldi upp á þetta með einhverjum hætti og það stendur til að gera það í kvöld og þannig að það verður vonandi eitthvað af fólki sem maður hittir, félögum og vinnum, samferðað fólki gegnum tíðina og þannig að þetta verður vonandi gaman en ég er búin að láta henni í pottin núna þannig að ég ætla nú að láta fara bara vel mig hérna svona fram eftir degi. Ég mæli með því og þú átt meira þess að skilja að opna þér eitt kaldan sko.
Já, svo getur það verið, það nú að keyra bíl og Nú, já. þannig maður lætur það nú kannski eiga sig í bíli. Þetta er samt þannig að þetta verður bara ábyggilega ánægilegu dagur og gaman að upplifa þetta og hann er búin að hringja mig jafnaldra mínir og félagar sem eru búin að hafa samband við mig og við erum að svona gandast með þetta að hugsa sér að nú stafurinn orðin ekki 69, þetta bara 7 og 0. Já. og maður að fara inn í nýjan tug. Það er nú bara þannig og það verður ábyggilega rifjaðar upp gamlar og góðar minningar í kvöld. Ég segi bara góða skemmtun Bjössi minn og frábæran dag. Já, þakka fyrir það, vinnur. Endum þetta hérna á flottu lagi frá Nancy Sinatra. Jú, það var tekið í mánum í gamla dag. Já, these boots are made for walking. Já. Eigum góðan dag og góða helgi. Takk. Takk fyrir, vinnur. Bless.